Komiði sæl og blessuð. Eiríkur á Bóli lék lagið hana Ljósbrá, sem hans frægasta lag, en Eiríkur var velþekktur harmonikuleikari á árum áður og var byrjaður að leika á skemmtunum þegar á barsaldri. Nafn Eiríks Bjarnasonar samtvinnað mannlífinu fyrir Austanfjall. Hann fættist á Bóli í Biskupstungum, en bjó lengst af í Hveragerði, þar sem hann rak Hótel Hveragerði áratuga skeið ásamt eiginkonu sinni Sigríði. Þau voru líka frumkvöðlar í bíósýningum, stofnuðu nýja ferðabíóið árið 1939 og fóru allt Suðurland til að sýna myndir. Sigríður fékk fyrst íslenskra kvenna fullgild bíósýningarréttindi og hún sá alltaf vélarnar, því Eiríkur var blindur, missti sjónina í kringum tvítugt. Við hefðbundið sveimi litlu flugunar í segulbandasafni útvarsins komu í ljós 2 þættir frá árinu 1975, þar sem Sverrir Kjartansson ræðir við Eirík á Bóli og Eiríkur leikur á harmonikuna, bæði eigin lög og annara. Þetta spjall þeirra Sverris og Eiríks verður upp í staðan í þætti dagsins og þeir byrja á því að rifja upp skemmtanahald í sveitum, eins og það var hér áður fyrr þegar ekki voru komin nein samkomuhús, en á undan spjallinu heyrum við Eirík leika hinn vel þekkta Kostervals. Ekki við svona 16 ára því ég fór að spila svona á þessum ungmennafélags skemmtunum sem að voru í minni sveit í Biskupstungunum. Að vísu var ég nú fyrirfann að spila á harmonik og ég man eftir að það var vinnumaður hjá föður mínum vestan af Ísafirði sem að gaf mér litla harmoniku í jólagjöf og það er nú fyrsta harmonikan sem ég eignaðist. Að vísu var ég að spila fyrr á böllum í gamla daga í Biskupstungum og víst víðast hvar í sveitum áður en að veruleg samkomuhús komu. Þá var haldin ein skemmtun á hverjum vetri að mig minnir, þetta því ég var smástrákur, og þá var vanlega valdir valin þau heimili sem að voru með stór húsakynni, til dæmis stóra baðstofu, og ef það var herbergi inn af baðstofunni þá var öll rúmin tekin í burtu og þilið á milli, þannig að það fengust 4 til 5 stafgólf og þetta var samkomusalurinn. Og í þá daga var nú engin vissi
spelari fenginn til þess að spila á skemmtunni, heldur bara aðeins áettingu hverju komu sem gátu spilað. Og ég man eftir í Biskupstungum að þá var það Erlendur á Vatnleysu og frú Sigurlaug og Torfarsson sem spiluðu og þau voru náttúrulega uppkomin og svo var ég eitthvað notaður svona stráklingur 10-11 ára til þess að glamra eitthvað aðeins af orgel, það var í þá daga. Ég man ekki lögin en ég man bara að þetta var náttúrulega gömlu dansaður eingöngu, vals og vínigrös og massúti og polki og svolítið sem voru spilaðir. Það dansaði fólki í þá daga og það dansuði allir og þá var, ég mani til því eftir að svo kom lítið samkomuhús á Vatnsleysu og þá var það lag haft á og sennilega áður að stúlkurnar þær voru sátu öðrum megin í húsinu á bekk og kallmyndir hinum megin og svo var svo þegar músikinn byrjaði þá var kapplaup hjá herrónum að ná í þá dömu sem að þeir vildu helst dansa við og til þess að leiðrétta það misrétti ef að það var ræðað þá var haft dömufrí annars lagi til þess að rétta hlut þeirra kvenna sem að vildu þá dansa við einhvern annan en þeim var búið upp af herrónum. Þá stóðu nú skemmtanirnar lengur heldur en til miðnættis, var það ekki? Jú. Þá í þá daga sem að ég var að spila þá byrjuði þess að skemmtanir verða svona 9:30 og þá var til síðs alveg fast ákveðið að hafa einhvert fyrirlestur eða upplestur. Það þótti ótækt að boða til samkomu án þess að hafa eitthvað að slíku. Að hafa eingöngu dans, það þótti ótækt. Og þá var nú yfirleitt skemmtanirnar af vetrinum þangað til að fóra að birta að einhver skíma kom til að fólki geti komist heim og það var langur tími og aldrei nema einn maður til þess að spila fyrir dansi og það var eiginlega hvílt helst með því að lesa upp einhverja smá sögur eitthvað svona og ekkert annað. Já, það hefur verið stíft úthald. Það var stíft úthald, já. Fram að harða morgun í skammdeginu? Já, það var það. Hvað myndir þú hafa spilað að það verið dömufrí? Það verið dömufrí. Það var nú mikið notaði valsinn og ég hef verið mikið fyrir valsinn. Sérstaklega gaman af valsinn. Og ég reyni bara að taka það annan vals og það stýrir manna valsinn. Eiríkur Bjarnason frá Bóli lék stýrimannavalsinn, eitt af þessum lögum sem komu í góðar þarfir þegar dömurnar áttu leik, þegar tilkynnt var dömufrí á skemmtunum hér áður fyrr. Þeir Eiríkur og Sverrir Kjartansson halda áfram tali sínu, þetta er brot úr þættinum Hin gömlu kynni frá árinu 1975. Með ferðarlög á vetrum og þegar verið að fara á milli og spila á skemmtunum. Var það ekki dálitlum vandkvæðum bundistundum að komast á milli? Jú, það var það. Það var nú bara fyrst stað, bara farið á hesti á milli. En svo eftir náttúrulega að
svæði stakkaði sem að maður spilaði á, þá voru notaðir mjólkurbílar og áætlunarbílar, aldrei tekin, ég man varla eftir því að við tekin prívatbíl til þess að fara á milli í slíkum ferðalögum. Ég man eftir því svo þegar að tíminn leið að þá til dæmis þessar jólaskemmtanir sem kallaðar voru, sem byrjaði fyrsta skemmtunin hér á Suðurlandsundirlendinu á annan í jólum, og þá held ég mig segja það að ég spilaði oft öll kvöld fram á 13. nema aðeins á nýjárskvöld, og þá var farið víða sveitir, og þá var nú maður orðin leiður og maður hafði eiginlega alveg veðurstigð á harmonikuna á eftir fyrst stað. Ég skal trúa því. En til dæmis með að fara ríðandi á milli vetrartíma með harmonikuna með sér, þetta hlýtur nú að hafa verið dálítið erfitt. Já, það var erfitt, það var nú ótt einhver maður með og ríddi harmonikuna á nakkúlunni. Já, það var vístu erfitt og kaldsamt, en þetta var nú gert og þekkt ekki annað. Ég spekuli að reyna að spila einn lag sem að til mig, og að því við búum nú hérna Hvergerðingar undir brúninni hér, Kambabrúninni, þá heitir lagið Á Kambabrún. Það mjög fagurt út inni á Kambabrún, eins og allir vita, og sést víða og margir stoppa þar, og en lagið nú eiginlega gert fyrir lúðrasveit, en ég veit ekki hvort það nýtur sín eins vel á harmoniku.
Harmonikuleikarin Eiríkur Bjarnason lék eigið lag á Kambabrún sem auðvitað vel við hæfi fyrir mann sem bjó í Hveragerði. En Eirík þekktu allir sem bjóku fyrir austan fjall á öldinni sem leið því hann rak hótel Hveragerði ásamt konu sinni Sigríði. Eins og framkom í upphafi þáttarins fættist Eiríkur á Bóli í Biskupstungum, umvafinn tónlist og í ætt hans eru margir tónlistamenn. Má þar nefna annan harmonikuleikara og tónskáld, Bjarna frá Geysi og Jón Kjartansson frá Unnarholti sem oft spilaði með Eiríki á dansleikjum. Eiríkur og Jón tóku lagið í þætti Sverris Kjartanssonar Hinn gömlu kynni og brugðu þá fyrir sig hljóðfæraskipan sem fáir þekkja í dag en var alþekkt hér einu sinni, harmonika og sög. Eiríkur leikur á harmonikuna en Jón Kjartansson á sögina. Ég spilaði einn vetur í Gúttó, gamlu Gúttó með Bemborg sem spilaði þar á fiðlu alla nóttina og að slá okkur í hausinn ef að við vorum ekki nógu fjörugir og hafa því að hann var mikið líf í honum. Nú það var bara þannig að þegar ég kom heim að þá lá eitthvað svo vel á mér og þarna nóttina og ég tók harmonikuna og fór eitthvað að fikta við hana og þá kom þetta lag. Það getur vel verið þetta nú einhver ástartella kannski bara.
Þetta var sjaldgæf útgáfa af lagi Eiríks Bjarnasonar Ljósbrá, þar sem höfundurinn lék á harmoniku og Jón Kjartansson frá Unnarholti lék á sög. Áður léku þeir danska lagið Lille Sommerfugl sem breyttist nú í jólalag þegar það flutti til Íslands, en á milli lagana rifjaði Eiríkur upp hvernig lagið hana Ljósbrá varð til, að lokinni spilamennsku með Bernburg í gömlu Gútó og hvernig Bernburg lamdi þá í hausinn strákana í hljómsveitinni, væntanlega með fiðlubóðanum, ef þeir voru ekki nógu fjörugir. Eitt af þessum gömlu góðu lögum, Kúkúkvalsinn, hingað komin eins og mörg önnur harmonikulög frá Norðurlöndunum, en leikinn af Eiríki Bjarnasyni frá Bóli. Það kemur ekki beinlínis fram í viðtalsþáttum Sverris Kjartanssonar við Eirík hvenær tónlistin var hljóðrituð, en ekki nú ósennilegt að það hafi verið gert í tengslum við hljóðritun þáttana árið 1975. Enn liggur leiðin austur fyrir fjall í sveitina hans Eiríks í Biskupstungum og nú það saga af hátíð í sveitinni og lagi sem fættist að því tilefni. Ég hef svolítið verið að fást við að hnoða saman lögum og þetta lag heitir Gullbrúðkaupsvals og það er gert í tilefni af gullbrúðkaupi Þorsteins og Erlendar á Vatnsleysu. Þessi menn voru báðir góðkunningjar mínir og þau hjón en og Erlendur byrjaði að kenna mér að spila á orgel og var góður músikant. Þorsteinn á móti var lífið og fjörið í öllum samkomum og stjórnaði öllu bæði á samkomum minnskosti meðan hann var ungur og hér manni hann mjög minnistæður frá þeim tíma vegna bæði þess og fleira sem að hann var forgöngumaður með og svo áttu þau gullbrúðkaup og ég fór að reyna að hnoða saman lagi og ég ætla að reyna að spila það ef ég get.
Eiríkur Bjarnason frá Bóli lék Gull brúðkaupsvalsinn, eitt af mörgum lögum sem Eiríkur samdi ævina, en frægast allra laga hans er Ljósbrá og hefur hljómað í 2 mismunandi útgáfum hér í þessum þætti, þaraf í annað skiptið leikið á sög. Segjum þá skilið við Sverri Kjartansson útvarpsmann og þökkum honum fyrir lánið á viðtalsbrotunum við Eirík úr þáttunum Hin gömlu kynni sem voru á dagskrá Ríkisútvarpsins árið 1975. Við höfum þó ekki alveg tæmt lagalista Eiríks og bregðum næst á fóninn hljómplötu með Gretti Björnsinni sem leikur Kvöld í Gútó. Gretti Björnsson, Árni Skeving, Guðmundur R. Einarsson og Ólafur Gaukur léku Kvöld í Gútó, eitt af þekktari lögum Eiríks Bjarnasonar frá Bóli, hljóðrita 1972. En grípum þá næst geisladisk frá árinu 1998 sem heitir Liðnar stundir, lög eftir frændurna Eirík Bjarnason og Bjarna Sigursson. Þar er meðal annars Bíóvalsinn, lag eftir Eirík Bjarnason við texta Kristjáns frá Djúpalæk, og það er ekkert skrítið að Eiríkur skildi semja lag bíó, því bæði var hann frændi Bjarna Jónssonar í Nýja bíói og rak sjálfur Nýja ferðabíóið sem margir muna nú eftir af frægum sýningum í Tryggvaskála og á fleiri stöðum fyrir austan. Það er Þuríður Sigurðardóttir sem syngur. sem bar oss fegurð og fró.
yfir snjó. Því skal á bíó sumarið svo, sæstu þig langa vetrar nótt, sæstu þig langa vetrar nótt. Bíóvalsinn eftir Eirík Bjarnason, hótelstjóra og bíófrömmuð í Hveragerði. Þuríður Sigurðardóttir söng, Gretti Björnsson lék á harmoniku og Ragnar Páll á hljómborð. Þuríður syngur líka næsta lag sem jafnframt síðasta lag þáttarins og sótt á sama geisladisk Liðnar stundir. Þótt þátturinn hafi snúist Eirík á bóli er það frændans og annar slingur harmonikuleikari Bjarni Sigurðsson eða Bjarni frá Geysi sem á lokalagið að þessu sinni með texta eftir Jóhannes Benjamínsson. Þuríður Sigurðardóttir, Gretti Björnsson og Ragnar Páll flytja Horft til baka, verði sæl. Vindur strýkur vanga hægt og rótt, vorn og fögur breiðist yfir grund, læðist í huga með létt ofur hljótt, liðin æsku stund. Það var byrt og gleði æsku manns, blóðið heitt á glæstum vonum svart. Það ennþá dugur og þrekir köflum hans, þótt það sé að verða kalt. Hægt og rótt, vorn og fögur breiðist yfir grund, læðist í huga með létt ofur hljótt, liðin æsku stund. Það var byrt og gleði æsku manns, blóðið heitt af glæstum vonum svart. Það ennþá dugur og þrekir köflum hans, þótt hann sé að verða kalt. Dásamlegt ennþá að leiðast hönd í hönd, horfa fram á bjart